Þá komið að því að ræða klassíska tónlist, eins og dyggir hlustendur Rauðaborðsins vita, þá höfum við fjallað hérna bækur, tekið svona bækur sem við teljum eitthvað erindin í samfélagsumræðina og fjallum erindi þeirra. Við höfum líka fjallað leikhús sem þá ég sendur okkur leiksýningar og svo fer ég og ræði við aðstandendur og segi kannski í leiðinni hvað mér finnst og okkur langaði að fjalla líka tónleika og klassíska tónlist og þetta var eiginlega til svona fram á kaffistofu. Það vil svo til að dóttir mín og dóttir Björns Sólarssonar eru báðar í tónlistarnámi og hafa svolítið kannski gengst í gegnum það. Og okkur datt í huga að fá þær með okkur til þess að ræða klassíska tónlist og fá svo gesti til þess að koma hingað og athuga hvort að í svona spjalli ólíkra kynslóða og lærðra og leikra gæti komið eitthvað skemmtilegt samtal klassíska tónlist. Og hér eru þær komnar Sól Björnsdóttir sem í píanónámi. Já. Sóley Lóa Smáradóttir sem í hvað? Fiðlunámi eða? Já. En hefur líka verið að fara námskeið í hljómsveitarstjórn. Já. Og gestur okkar í dag Sigrún Eðvarðsdóttir, fiðluleikari og konsertmeistari, ekki? Jú. Og þú ert að fara að flytja fiðlukonsert Brahms á tónleikum á fimmtudaginn. Já, passar. Klukkan 7:30. Og varst að koma að Be there. Já, ég var að koma að fyrsta æfingunni. Já. Og hér líka Tryggvi Baldursson sem listaðið ráðgjafi sinfóníunnar. Og kennarið að beggja það ekki? Jú, þessa stundina. Það ég þess heiðurs aðnjótandi að kenna þeim fyrstu skrefin í hljómfræði. Já, svona þetta, svona litli bærið sem við búum í. Þetta ekki. Hefur ekki bara að byrja á Brahms, sér hún? Jú. Þetta ógnarfallegt. Þetta alveg ógnarfallegu konsert og hann tignarlegur og alveg brjálæðislega gaman að spila. Ég svíf á bleiku skýi. Hefur að fá að spila þessu? Já. Hefur þú gert þetta áður? Já, ég hef nefnilega spilað þennan. Þegar ég var yngri þá skrifaði ég alltaf niður hvað ég væri búin að skrifa eitthvað ofta. Ég búin að týna blaðinu. En ég myndi halda svona 20 sinnum í lífinu, sko. En þetta aldrei langt síðan síðast og tíminn líður. En þetta æðislega gaman að koma að þessu aftur og fá að spila í Hörpu. Og hvað við erum heppin með Hörpu. Verð ég nú að segja. Þá veltum að fyrir að þú spilaði þetta fyrir einhverju síðan. Já. Yngri Sigrún. Já. Og Sigrún í dag. Spilið þið þetta ólíkt? Við spilum þetta alltaf ólíkt, sko, og yngri Sigrún var svo saklaus. Sko, ég ekki að segja ég sé ekki saklaus í dag, en ég hef kannski þroskast, sko, og ég orðin meira svona, auðvitað hafði ég rosalega svona mikinn kjark þegar ég var yngri. Ég hef það ennþá, en það komið líka svona einhver mýkt sem betur fyrr. Þannig, en þú veist, ég get ekki dæmt þetta, þau eru bara að koma og heyra. Tryggvi, getur þú sagt okkur eitthvað þennan konsert? Ekki annað en bara, þú veist, tek undir með Sigrúnu að bara mæta og hlusta, því að þetta ótrúlega fallegur konsert. Hann raun og veru bara, hann líka langur. Hann alveg yfir 40 mínútur held ég. Já, stór konsert. Hann rosalega stór og þegar hann var sem sagt frumfluttur, sem ég manu þetta ekki hvað ár var, en það skiptir þetta ekkert svo mikla máli. Þá var hann nú ekkert sérstaklega vel tekið, þótti dálítið sko þungur og hljómsveitin tæki alltaf mikið pláss. Já, einmitt. En hljómsveitin fær æðislega kafla inn á milli. Sem svo flott, þetta eins og symfónía mörguleiti. Með einleiksköflum? Já. Nei, þetta nú tónkonsert. Þetta aðeins meira það. Já, það var þó einhver var ekki Pál Sarasatti sem sagðist ekki ætla að spila þennan konsert. Af því að hann ætlaði ekki að standa þarna upp á palli í öðrum kaflanum og hlusta á óbóið spila aðal línuna. Þessi var góður, hann var svakalegur. Ég nýt þess að óbóið byrjar kaflan með æðislega fallegu sólói. Mér finnst þetta svo gullfallegt. En getur ekki verið samt erfitt að standa svona og bíða og... Jú, ég man það er betra að vera að vinna ef maður stendur þarna. Já, veistu hvað, ég veit. Mér þótti þetta stundum erfitt. Sérstaklega, sko, inngangurinn að konstinum, hann hljómsveit, massív, hann aldrei langur. Það getur verið aldrei svona taugastrekkjandi.
Já. Já. Hvernig að standa svona og bara Ég þá bara njóta þess, ég ætla bara að njóta þess. Já, bara anda. Já, anda, Já. má ekki gleyma því. Það er svo mikið power sko þegar filan byrja síðan. Ég bara, það er alveg sko, hjarta í mér þegar ég að hlusta, Já. bara algjörlega, Þetta ég er alveg svo að fara á sprengja. taugum. Já. Ég veit það, þetta byrja þannig. Já. En má maður snúa að hljómsveitinu og hlusta bara á hana? Og ég vildi óska að maður mætti það, en það er kannski Já, það ekki er- vel séð. Fáðu bara sæt. En ætlið þið að fara á tónleikana? Já. Já, algjörlega. Frábært. Já. Þú hefur nú stundu farið á æfingar, eða ekki? Jú, Þú ert með leyfi til þess að alltaf fylgjast með Evu, já, sem er aðalstjórnandi, sem er að stjórna núna. já. Mér finnst alltaf jafn gaman að fara. Svo ferðu við á tónleikana hérna, en ef maður er búin að fara á æfingarnar, svo ferðu maður á tónleikana. Er munur á því að verður bara galdurinn til á tónleikunum eða hefur þú farið á æfingar þar sem að æfingin var eiginlega betri en tónleikandir? Það fer bara eftir á hvaða degi ég fer, sko. Því ef maður fer á 50-dagsæfingu, þá er þið aðeins að spara sig, því að þá eru þetta tónleikar seinum kvöldi. Þannig það er ekkert að marka æfinguna þá? Ekki 50-dagsæfingar, en ég hef alveg farið á 3-dags- og miðvikudagsæfingar. Það sem að það er rosalega öðruvísi, sko, ef ég fer líka á tónleikana að mæta á 3-dagsæfingu þegar þetta er alltaf mótast Já. og svo að mæta á 50-dagskvöld og sjá bara hversu mikið bæði hljómsveitinni farið fram Já. og svo bara hljómurinn sem kemur út, já, ég meina þetta er sama fólki og maður er svona, er það eitthvað að fara að bæta sig hérna á 2 dögum, svo bara allt í einu kemur þetta og ég bara gæsa þú einhverstaðar þarna í röð 28 aftast, ég bara, er þetta sama fólki og ég sá núna bara fyrir 2 dögum. Þannig, það er alltaf, já, spennandi að sjá því að maður veit aldrei, þetta er ekki sama verkið, sko. Nei, akkurat. En þetta með að spara sig á síðustu æfingu. Já, Er það þannig að þú getur ekki móka þessum konsert út úr þér tvisvar á fullum kraftið saman daginn? viðstu það einmitt, maður þarf svona að spara sig og stundum ef það gengur of vel, ég er svo hjátrafull sko, ef það gengur of vel á æfingunni, það er ekki sérstaklega gott. En þetta sem þú sagðir, það gerist allt á þessum æfingatíma. Sko, bara það gerist frá 0 upp í 1000, þú veist, það er svo magnað. Já, það er gaman að heyra og þú heyrir svo mikið mun. Já. Já. En það er meira, kann þú að segja hvað frá því, Freyr? Það er hann að þetta er náttúrulega svolítið stóri tónleikara því að þetta er langur konsert. Já, og svo Svo bara svo symfóní eftir. stór sinfónía þarna á eftir líka eftir austurrískt tónskáld Larker, og þetta er hérna, hef ekki heyrt þetta verk sko, en ég hef bara heyrt svona bút og bút af æfingum og hérna þetta er, ég get alveg sagt að þetta verk er algjörlega þess virði að bara að mæta á þessa tónleika. Þetta er rosalegt stykki og hérna Svo symfónían eftir hér. já, já, Þannig að maður getur bara sleppt Sigrúnu og mætti hér. ég held að nei, ég ætla ekki að stinga upp á því en hérna, nei, að þetta er sko bæði og rosalega kraftmikið og ofboðslega erfitt fyrir hljómsveitina og ég hef bara fylgst með því að sko hljómsveitin hefur, eða sko hljóðfærleikarnir hafa verið að æfa sig sko bara eins og brjálæðingar í húsinu bara núna áður en þessi vika byrjaði og þetta er, já, þetta er rosalega erfitt og rosalega hérna spennandi stykki, kraftmikið og hefur mikla svona Sem að symfónían hefur ekki spilað þetta áður. nei, hefur ekki spilað þetta áður Þetta er frumflutningur. já, og er, held ég, alveg örgulega tilengað sko minningu þessara flottamanna sem hafa verið að komast reyna að komast yfir til Evrópu og drukknað. Hefur svona sett mjög svona dökkan hérna undirtón en er síðan gríðarlega kraftmikið og Þetta er nútímaverk sem er bara samin í okkar tíma. já, flunkunýtt. Einu sinni var það þannig að svona hljómsveitir voru að spila bara þannig verk. En núna eru hljómsveitir meira og minna að spila hérna gamla standarda. Já. Hver er munur á því að taka verk sem að þú hefur ekki heyrt og séð eða spila eitthvað í 20. skiptið? Það er rosalega gaman að spila eitthvað nýtt. Ég get alveg viðurkennt það. Það er ógeðslega spennandi og líka að vera vitnað sko svona frumflutning, veist, það er ógeðslega gaman.
sko bæði að leyfa áhorfendum að upplifa það líka sko. Já. En áhorfendur eru stundum svona að þeir vilja koma bara og hlusta á það sem að þeir eiga heima á plötum. Það er alveg satt, sumir vilja það. Bara vilja það. Já, þetta er aldrei sérstakt sko. Það hefur samt, að því að ég meina það, við erum átt okkur á því að það er komið árið 2024. Við erum búin bara með fyrsta fjórðungin af 2001. öldinni, að maður sér það að prógramin á tónleikum eru voða mikið að færast sko inn í 20. öldina. Það sem áður þóttu vera nútímaleg músík er orðið bara klassík. Tala bara bara, þú veist, Stravinski sem nútímatónlist. Sjostakovits. Já, en þetta eru bara orðið klassíkara núna. Og þannig að það er hægt og rólega að yngjast upp og það er alltaf að fjölga líka, sýnist mér sko bara nýjum verkum saman á bara síðustu 10 árum. Og ég man þegar ég er sjálfur svona bara unglingur og nemandi að fara á tónleika, þá man maður valla eftir því að hafa heyrt nýja músík sko. Ekki svona. Allir Heimir og Þorkell voru af og til svona, en hérna Ég las ekkert grein sem að sagði að LP-platan hefði eiginlega yfirlegt þetta. Að því að fyrst var bara 78 snúninga og þá voru allir hlusta á óperuaríur. Það hefði ekkert svo mikla áhrif á symfóníutónleika og gat verið svona bara stutt stykki sem að rúmið ekki meira og svo kom LP-platan sem að rúmaði symfóníur og konserta og þá kom breyttust áhorfendur og komu og ég vil hlusta á það sem ég er búin að hlusta á heima og hafa samanburðið það og það breytti áhorfendum og þá fækkaði allstar í heiminum frumflutningum af verkum. Ég vissi þetta ekki. Ég veit ekki, ég bara las þetta ekki, ég ætla ekki að... Atli Heimir sem kendi mér tónsmíðar á mínum fyrsta árum, að hann sagði mér þá sögu sko að út af einmitt 78 snúningaplötunum að þessi tónskáld Puccini jafnvel og svona, þeir voru vissu það að aríurnar þeirra máttu ekkert verða lengri en 3:30 eða eitthvað svo leiðist til þess að komast fyrir á 78 snúningaplötu. Þetta er svo ekta Atli Heimir. Já. Þetta er náttúrulega, ef þú hugsaður þetta, þá hverja voru sko rísa stjörnur á fyrri hluta 20. aldar. Það voru Caruso og Callas og síðan þegar LP-platan kemur og þá verða svona einleikarar og fleiri og jáfnvel stjórnendur eins og Karajan og eitthvað fleiri. En það er 78 snúning er alveg sérsta tímabila sem að voru fyrst og fremst aríur. Þannig að það er ekki sem sagt, líka bara þessi pæling sko að því núna talaðum að þú veist sem tónskáld séu farin að semja sko meira svona það sem maður myndi kalla playlista tónlist það sem fer á playlista á Spotify til þess að fá þú veist einhverjar milljónspilanir eða eitthvað en þú veist þessi kallar þarna á fyrir hluta fyrstu árum 20. aldar þeir voru líka pælið að komast á hlutuna. En þið stelpur, þau eru ungar og þið hafi ekki heyrt sko klassíkina aftur og aftur og aftur þannig hún er líka ný fyrir ykkur. En svo er náttúrulega til ný músík líka. Hvernig finnst ykkur að hlusta á svona nútíma tónlist á tónleikum? Mér finnst það bara já, það er hún er stundum svona hún er ekki beint svona eins aðlagandi og hinn. Nei, stundum er þetta svona eitthvað Þú eru hljóð heimur. Já, einmitt. Ef þið mættu velja, myndu þið frekar vilja fá bara Rachmaninoff og... Helst. Að það ekki. Sóli myndu velja bara Bach. Ef þið ætti að raða prógrami fyrir veturinn, þá væru þið að velja Bach og Rachmaninoff og Beethoven. En eins og hann Víkingur segir, þú veist, Bach og allir þessi klassískar þetta er alltaf, þú veist, þessi tónlist er alltaf ný. Í, þú veist, þannig séð. Þannig að, já. Vissulega. Þetta er, ég meina þetta er bara svona er þetta, það er dálítið sko erfitt einhvern veginn að ímynda sér samt, þú veist já, þú veist, ég meina einu sinni var þessi tónlist flungun í og ég er ekki að segja að hún hafi verið
sko þá eitthvað miklu sem sagt, þá hafi verið hort tilbaka, já, þú veist, jú, það var reyndar, það alveg hugsað það, þú veist, á tíma, Bach, auðvitað var Bach alls ekki vinsæll þegar hann var að semja, hann þótti allt og flókin og ekkert skemmtilegur, menn vildi frekar bara fá að hlusta Telemann og eitthvað svona fjör, sko, en svo vinnur hann á þetta á með dýftinni, en við erum auðvitað alltaf að búa til nýja músík, sko, og það hættir ekkert, sko, og það verður alltaf, þú veist, þannig að það maður verður auðvitað eiginlega bara, það kemur, sko. Já, en þetta skiptir samt máli, sko, hvort að, sko, salurinn geti fóstrað nýja músík og við þekkjum dæmi eins og mínimalistarnir hröktust eiginlega í burtu og fóru inn í svona listasöfn og fleira bara til þess að geta, þannig við þekkjum það alveg að, sko, að salurinn skiptir máli, hvort að hann sé tilbúin að taka við þessu. Það auðvitað eins og þó ég sé nú svona tiltölulega nýri í þessu starfi, þá veit maður að sko markaðsdeildin þarf að fylgjast með prógraminu líka, af því að markaðsdeildin verður að selja miðana og það gerð kraf það að hljómsveitin skaffi eigin tekjur og þá þarf að selja miða. Og maður sér þetta á salnum stundum, að þeir eru yngri verk, sérstaklega yngri íslensk verk, að þá miklu meira af ungu fólki í salnum, sömuleyti bara fólk sem að þekkir tónskáldið og það ekki, það munur á salnum. Það algjörlega, það mjög mikill munur á salnum. Já. Þegar ég fór hann á tónleika, hvað heitir hann? Steinn? Guðmundur Steinn. Gæti verið. Hann var að semja... Þú fórst með skólanum? Já, ég fór. Já. Og það var eitthvað sem ég hafi til dæmis aldrei heyrt á þeir. Það var sem ég alveg magna að heyra því að kennarinn hafði sagt sko eitthvað svona, krakkar, þetta svona, ég held að ég geta búast við þessu, en þetta kannski eitthvað nýtt og ég eitthvað svona, hefur maður ekki heyrt allt þetta nútíma. Svo mæti ég og ég bara, hvað ég að hlusta? Er þetta hljóð? Er þetta tónlist? Og svo sko, það var svo skrítið af því að þetta meikaði þannig sens að þetta tónlist sem að umhverfið passar líka inn í, eins og það var einhver sem opnaði hurð, ég eitthvað, þetta hlýtur nú líka bara að vera partur af verkinu og þetta var svona, ég skildi það líka þannig eftir að við fórum svo að tala þetta þá sko, að því ég verð að segja að þetta var eitthvað sem ég hafði aldrei mjög framsæki músík og þetta er ekki eitthvað sem ég vön að hlusta á, en ég var fyrst sko, ég horfði bara, ég var að stára út í lofti ég hafði bara ekki áhuga á þessu og svo þegar þetta fór, skilur, þegar skipin voru að fara framhjá og svo flugvélarnar flugu yfir húsið og þá var ég meira að hugsa svona, þessi nútíma tónlist, hún kannski meira fókusað á það að umhverfi getur líka verið með. Þetta ekki bara eitthvað nótur, skilur. Það meira konsept að heimurinn sé með, eða skilur. Það náttúrulega svona hljóð samtímans koma inn í músík, það til dæmis svona fyrri hluta 20. aldar og maður heyri vélinn að koma inn í mörg verk. Algjörlega, þetta er svo rétt. Bara taktur verður allt öðruvísi. Og Messi, náttúrulega, hann skrifaði mjög mikið fugla. Og einmitt, nú bara flugvélar og... Já, þetta er svo rétt. Talandi líka hvernig skoðanir á tónlist svona breytast með tímanum, þú veist, eins og þá heldur allir að hugsuðu að Bach væri bara allt of erfiður og eitthvað, kannski bara í framtíðinni þá að því kannski margir eru bara þessi nútíma tónlist er bara mjög svona random eins og að kalla það ensku og bara já, en kannski í framtíðinni þá bara horfa þau á þessa tónlist sem eins og Bach. Sérðu það fyrir þér Sóley að verkið sem þú varst að hlusta á að fólk verði með þetta í bara út á Laugaveginn bara að rópa bara já. Ég veit það ekki, sko. Ég meina kannski verða skiljanlegra. Mér fannst þetta algjörlega óskiljanlegt. En kannski verður þetta meira normalt að hlusta á. Þetta er svo rosalega einstakt núna. Þetta verður kannski meira Jú, það bara taldið það sem við vorum að tala áðan sem sagt að prógrammið hægt og rólega færast alltaf meira og meira inn í 20-öldina og svo þetta síðromantíkin, Mahler og Bruckner og Richard Strauss og svona þessi kallar, en þannig að þetta verður, alveg svo segir, sko, verður hægt og rólega bara partur af svona bara umhverfinu og við bara
kunnum að meta þetta. Og eirun okkar þólita, það sem að gekk fram að fólki sem ónstrýtt bara takturinn á Stravinski eða eitthvað svo leiðis og fólk rauk út, sko. Þykir okkur bara ósköp venjuleg. Þetta eins og reyndar, ég ætla að tala ekki tónlist, en til dæmis ofbeldi sem þú sérði í bíómyndum og bara ofbeldi yfir höfuð, að sko, mér finnst eins og fólk sé orðið ónæmt fyrir ofbeldi. Gríðalegt þol. Já, það er búið að sjá svo mikið, þetta er ekki nóg gott. Þetta er alveg ræðilegt. Þú veist, og börn, lítil börn, bara það keipir sér ekkert upp þetta. En það er gott að við erum að tala um nýja og gamla tónlist, þannig að það var frumflutt á Íslandi nýtt verk eftir Mozart. Já. Fóruð þið á tónleika? Ég fór. Þú fórst, ég sá þig. Já, ég var ekki. Ég og Sóli fórum. Já. Ég hlustaði þetta bara, þú veist, var búin að heyra þetta á YouTube. Já. Einmitt. Og Fóruð þið öll að tekka á þessu nýja verkin eftir Mozart? Já. Ég fekk nú bara tilkynning í síman. Það? Já. Vá. Mér finnst það gaman hvað margir frá, þú veist, okkar kynnslóð bara svona kynntust klassísku tónlist með, þú veist, þetta fór á samfélagsmiðla bara Mozart bara komið með nýtt lag 2004 Já, það er mjög smá gaman að sjá svona aðra krakka vera bara svona, áhugavert. Krakkar sem voru ekki í tónlist? Nei, einmitt. Vá, merkilegt. Það er nú frétt, sko, að Mozart sendi frá sér nýtt verk. Þetta er alveg frétt. Þetta er stór frétt. Vinkona mín, hún vann í plötuverslun hérna í Englanda þegar myndin Amadeus kom og þá komum mitt fólk í búðinu og spurði sko 9 plötunum Mozart. En sætt. Og þetta er bara eins, þetta er bara mjög skemmtilegt. Sú mynd var náttúrulega rosa áhrifarík, ég held að hún hefði mótað bara hugmyndir margra kynslóða Mozart. Sko. Já, það er rétt. Ég held að fólk sjáu yfirleitt ekki Mozart fyrir myndinni. En hvernig fannst þér verkið hans Mozart, Sigrún? Sko, mér fannst það ekkit sérstaklega upp á marga fiska, alveg svo er. En hann var svo ungur. Mér fannst þetta að vera alltaf sömu nótunar. Hvað var þetta? Ég spurði Sóli, hvað svona verk er þetta? Svona kaflanir svo stutt, það var alla byrjaðir, það var hættir og ég skildi hvað svona verk var þetta? Já, einmitt, var þetta ekki bara eitthvað svona ungeðislegt skemmtiverk? Jú, ég held að bara svona fyrir árshátíðina eitthvað svona sniðut grín eitthvað. Nei, þetta var það hefði ekkert, heimurinn varði ekki betri. Nei, þetta umturnar ekki í tónlistarsögunni. Nei. En maður hugsa hvað er að mér að tala svona Mozart. Þú veist, það er ljótt að segja þetta, en mér fannst þetta ekki sérstak verkið. Við veitum að hann getur gert betur. Hann gerði miklu betur. Hann getur gert betur. Já, krútlegt. Það var meira á þessu tónleikum, það var meðal annars Schönberg sem er tannandum svona fallið verk, þetta er dásamlega fallið verk. Já. Og ég veit ekki, mín eyru svo þetta hefði verið mjög vel spilað. Eða hvað? Já, mér fannst þið vinna rosalega vel saman. Bara, ég hafði ekki heyrt þau spila svona vel saman. Allavega þau, sko. Mjög, Það var Ari Þór Viljánsson sem að stýrði þessu svona. Það var svona hans tónleikar. Já. Hvað fannst þér, Sigrún? Mjög ég þurfti að fara heim í hlýðat Ægabráns, en ég heyrði einmitt Schönberg og Mozart. Mér fannst þetta rosalega fallega og sko, þetta er þessi sextett eftir Schönberg. Þetta er ógeðslega erfitt. Þetta er miklu auðveldara í strengjasveitarbúning. Þannig að þetta var mjög krefjandi en mér fannst að gera þetta mjög vel. Mér finnst líka fallegt hvernig maður gengið frá með að lesa ljóð undan. Já, fallegt ljóð. Já, mér fannst það mikil upplifun. Þú mistir þessu? Já, ég misti því. Já, ég var ekki þarna heldur. Ég þekki þetta bara sem akkurat í strengjasveitarútgáfunni sko. Ótrúlega magnastykki. En svo þetta, þú veist, var svo stutt. Þú veist, það var algjörlega búin að sprengja af sér sko, dúr- og málkerfið en var samt einhvern veginn að römbast við að halda í það þarna. Og svo þetta fór hann bara mjög fljótlega eftir þetta bara, og gera eitthvað annað sko. Þetta er mjög ólíkt svona ævistarfunars. Nema kannski hann náttúrulega var áhrifaríkur tónskáld í Hollywood. Já, svona. Já. Jú.
Þetta vissi ég ekki. Já, hann var hérna, en Hann þurfti að vinna fyrir sér. já, Já. sem við talum með Verklärte Nacht, þá sko, og hljómfræði. Nú hlustu við. Já, Nú erum við komin í tíma. Já, takkið þið nú eftir, sko. Einhvers staðar las ég það sem sagt að hann hefði sendt þetta verkin í einhverja keppni í Vín og þar hefði því verið hafnað einfallega af því að þarna var svo stór og alvarleg villa er að hann skrifar þarna 9. hljóm og er með 9. í bassa og það má auðvitað ekki. Það má ekki. Nei, Ég skil. já, og bara vitið, bara hafið það hér. Við erum aldrei að glemma þessu. Aldrei. En merkilegt. Já, kannski merkilegast að sko bara sagði, nei, við tökum Þetta er alveg magnað. þetta er ónýtt verk Já, hérna. af því að 9. er í bassa. Herðin, að því að þú sagði þá að fara heim í hlénu og vorum að tala um tónleikana sem er á 50-daginn, að þá kannski er allir að segja það má alveg sko. Þú mátt alveg fara á tónleika. Og færi líð? Já, þetta er eins og... Helst ekki. Nei, helst ekki, að þú mátt alveg. Ég skil, Það er já. betra að fara fyrir hlé, heldur en að sleppa tónleikunum að því Það er rétt. Já. Ég, Það er það sem ég ætla að ég segja. hugsaði þetta líka þannig. En fólk þarf ekki að vera hrætt við, það er máli sko sem er kannski, þú veist, að fólk á ekki að þurfa að vera hrætt við tónlist, það er bara, þetta er eitthvað svo skrítið sko. Já, ég veit. Að er svo hrætt við að við leiðist eða að það verði eitthvað svo, já, ég veit ekki, erfitt, Já. en hérna, Ég heyrði eins og mann segja það að fólk á ekki að skamma sig fyrir það að sopna á tónleikum. nei, Þess að máli er það að það er ekki hægt að sopna nefndi góðri tónlist. Það er ekki fræðilega möguleik En að sopna til flott. vondri tónlist. Já, Þannig að það er eiginlega hól ef þú sopnar. já. Það getur verið hættulegt að loka augunum, sko. Hefur verið sopnað á tónleikum? Já, Jó. ég hef tekið svona litla blundi, það er indislegt. Og allt í hennu komið annað verk. Ég svo Nei. bara opna ég augunum, en kannski sopna ég ekki djúpt. En mér hefur alltaf þóttu gott. Svo er gaman á tónleikum, gaman að maður getur hort á ýmislegt. Já. Þú nefndu í Brahms er óbó eða ekki? Jú. Já, það er oft gaman að horfa á óbúleikana, þeir verða svolítið svona rauð, þeir verða svolítið rauðir í framan við að blása, það er svolítið erfitt að blása í óbó. Já, get ímyndað með það. Svo er gaman að sjá ykkur á fiðlunum Já. og svo eru sömu hreyfingarnar alveg upp í bassana, þetta Einmitt. er stórmennilegt sko. Já. Þetta segir að sama hljóðfæri svona mjög stórt. Akkurat. þetta er mikil, Það er gaman að horfa á symfóníu. Það getur verið mjög skemmtilegt, líflegt. það er frábært sko. Herðu, þú ert að fara að spila á nefndatónleikum Já, og hvað það var að spila? Rachmaninoff, Preludíu Opus 2 í sísmál. Já, Stórt stykki. mjög stórt. Já, eitt af þess sem ég hef bara æft og ég er bara mjög peppið. Svona er tónlistanámið ekki, er þetta ekki bara tröppugangur upp endalust? Jú. Alltaf eitthvað leiðut búin að þessu, þá farið bara eitthvað erfæra? Já. Já, einmitt, þú veist, mér erst bara einmitt líka bara talandi þú veist, tónlistaferli hjá listamenni, þú veist, stundum þá er bara allt í gangi, þú fer bara þú veist, þú bara fer svo mikið fram og síðan þá koma þú veist, bara svona stig í ferlinu sem bara ekkert er í gangi Svona plató. og þú veist, þú ert ekki með neitt þú ert bara kannski smá búin að missa innblásturinn, þú Já. veist, bara svona þannig. Þetta er eðlilegt. Já, og þú veist, gott að vita þessi eðlilegt að Þetta því er já. að liða hjá Já. einmitt, En það svo, er mjög gott að ert þú á uppleið eða ertu á svona flatlendi? uppleið, já. Já, Þetta Já. uppleið? Já, ég finn það. Já, já. Herðu, Sóley var á ég var ekki bara í síðustu viku, það voru tónleikar, hljómsveita stjórnunar akademían sem að Eva, Já. aðalstjórnandi hefur búið til. Þú varst þarna í þriðaskipti. Já. Það er náttúrulega stórkostlegt, þú varst 15 ára þegar það var fyrst Já. á stjórna symfóníunni, þetta er náttúrulega Og fótbrotin. Já. Það sagði ykkur á mínum aldri þá að horfa og sagði ekki fengu við krakkarnir eitthvað svona. Nei, Hann var eiginlega- tækifæri. Já, hann var eiginlega vísaði þetta þú veist að samfélag okkar er eitthvað að skána svona allavega hvernig við komum fram við börn. Algjörlega, já, frábært. Já, gott að heyra. En það er náttúrulega erfitt ef þú draumum að vera hljómsveitarstjóri, þá er ekki mörg tækifæri. Á Íslandi?
Nei, já, þú Bara í heiminum? getur bara ekki verið heima eins og sól að æfa sig á píanóið. Já, þú verður að hafa hljómsveit. Þú verður að hafa hljómsveit Já, til að æfa þig. Já, ég hef nú líka farið þarna út til Bandaríkjana. Já, námskeið. Já, Og Finnlands, það ekki? jú, fór okkur til Jorma Panula, kennar hann ef. já. Og kennir hann á ensku? Já, Já, reyndar á finnsku. á finnsku? Á finnsku? Já, Ok. skildi ekki drosa mikið, en þó bara, Sýnir hann það. skiptir bara yfir á ensku þá. Já, gott. Og tónlistin er tungumál allra. Já, jú. Herðu, talaðu það, Sigrún, hvaða máli skiptir stjórnandi? Já, mér finnst hann skipta dálítið miklu máli, sko. Hann setur svo mikið. Sko, ég bara elska hljóðstarfstjóra. Þannig að ég vinn alltaf náið með þeim. Þannig að þeir skipta mig miklu máli. Já. Já, hvernig er svona samstarf milli konsertmeistara og... Sko, það er best ef það er gagnkvæm virðing, og svona, og já, þannig að það er bara mjög mikilvægt að það reyndar, sko, stjórnandi þarf að hafa góðan konsertmeistara. Já. Sko, sem er flexibúl og bara, já, heyrðu, ætlar að gera þetta svona, þá kem ég með þér, Nákvæmlega. En það getur verið örgulega mjög erfitt ef það er tökstreita þarna á milli. Já, Já, trúið því. já, Ég held að sé bara í öllum stjórnunarfræðum að það er sagt sko að þú getur verið að reyna að stýra einhverju. Sá sem að skiptir mesta máli er sá sem er fremstur með jafningja í hópnum. já, sennilega. Ef hans er já eins og þú ert að segja, Já. að þá getur farið með Farið hópum með- sem já, er. koma En hinir ef hans með. er eitthvað, ég veit það nú ekki, Já, þá ertu náttúrulega alveg já, dauður sko. það er satt. Þú kemst Já. ekki með. Þetta er daldið, sko, sinfóníuhljómsveit er þetta alveg stórmerkilegt fyrirbæri á 21. öldinni. Já. Af því að þarna er ennþá, sko, það er svo rosalega hierarki. Já, Þú veist, bara þarna er stjórnandinn sem er og hann ræður öllu. Bara mætir í leðustífulum með svipu. Í raun, hann hefur ekki gert það engan del. og svo, þú veist, svo er þetta þú Já, og svo koma leiðararnir já. og svo koma uppfærslu fólki. Þetta er allt Þannig svona en þetta virkar bara ekki öðruvísi. Því miður. Maður verður að gera, og ég er stundum alls ekki sammála stjórnundum. Nei. Ég ætla alveg að taka þetta tempo. Þau segir bara, en ég það er starf mitt að fara með. Já. Þannig að Þannig að ef allir farið í sikkur áttina þá náttúrulega kemur ekki hljómur út úr því sko. gengur ekki. Já, það verður allir að hafa sama skona bógastrokk og Já, akkúrat, sko. það má ekki vera frelsi þar. nei, akkurat. Og hérna fyrir sko okkur, það skiptir okkur svo miklu máli hjá stjórnanda að hann sé með æðislega gott slag. Vá hvað það skiptir máli. Já. Þú veist, einhvern veginn að allir Gott slag er það að hann sé bara rétt alltaf á réttum takti eða séu hreyfingarnar Það eru hreyfingarnar, já. séu falleg. Svona hnitmiðar og maður bara, já, að enginn sé í vafa hvað hann er að gera. Það finnst mér æðislegt. Það er frábært og það getur stundum verið tækni, góð tækni, þú veist. Þó þú hafir þetta inn í þér, veitir alveg hvað það ætla að gera, þá þarf þetta að geta sýntað með einmitt hreyfingunum, sem er Já. æðislegt. Já. Hann hvað hérna stjórnandi sem var hvaða tónleika fóru við á var ekki spænskur sem var núna bara daginn. Antonio, hvað hétt hann? Mendes. Já, Hann var með jú, svolítið hann, svona afgerandi hreyfingar svolítið. Já. mér fannst hann alveg Mér æðislegur. líka. Já. Já. Já, hann stjórnar líka Nóttmannlust sem er ekki Já. svona. Tók Mér finnst hann það- Dosjak Já. 7 eitthvað. Já, jú. Já, það var mjög Hann gaman. kunni það utan að. Hann gerði En maður sá það. það bæði var svo Já. gaman að horfa á hana því að hann var með svona flottar hreyfingar. Já, Svo sá maður líka á eftir að þið voru svo ánægð með hann. við vorum mjög ánægðlega með hann. Já, hann líka æfði svo vel. Já. En Sóley, þegar þú ert að stjórna, kannski ferð að stjórna hljómsveitum á Já. námskeiðum, ertu feimin þegar þú þarft að segja eitthvað við fólkið? Já, Já, það fer undan skóla eins og núna með SI, Já. þá er þetta orðið hans eðveldara því Já. ég horfi og ég bara, ég þekki þig og Já, þig og þig og þig. gott, Þannig þetta er bara eins og ég sé að tala við bara kunningjaskilur. Akkúrat. En svo eins og þegar ég fótt í Bandaríkjana fyrst, það er bara allt ókunnugt fólk og ég einhvern veginn Á ensku. á ensku. Já. Langingst. Langingst, Já. já, skilur, já, allt Já. svona, Akkúrat. þá frýs ég bara og þá er þetta pínu svona, skilur, ég þarf að vera markir að vera tilbúin með allt. já, Það er meiri pressa, sko, því að þau stara öll á mann alveg tilbúin og svo veit maður ekki hverju þau eru við, sko, akkurat. því að þau æfa kannski ekki eins, þarna úti eins og þið gerir hérna heima. Rétt, já.
þá þarf maður að vera einhvern veginn búin að hugsa það og þannig það fer rosalega eftir bara algjörlega. Og ef að hýrakían svona eins og þeirra lýsinni, þá þarf stjórnandi að vera svolítið svona kassan úti, sko. Það er alveg satt, já. Þannig að þú þarft að fara að æfa þig bara í svona sjálfstyrkingarnámskeið. Já. Mér líst vel á það. Já, einmitt. Og svo þarf stjórnandi líka, ég var aðeins að hugsa á leiðinni í þetta viðtal, hann er svona eins og yfirkennari. Þú veist, hann er ekki eins og skólastjóri kannski, hann er svona, hann þarf að vera svona manneskja. Hann þarf að geta tæklað alls konar svona manneskileg dæmi. Líka það. Já. Það skiptir máli. Ná því besta út úr öllum þessu stóra hónum. Já, akkurat. Sem kannski bara hitti í fyrragerð. Nákvæmlega. Það er líka eins og sko í Bandaríkjunum, ég hef tekið eftir, þau eru með allt öðruvísi, einhvern veginn, ekki beint stefnu, en samt, eins og hérna heima. Þá til dæmis, eins og eftir akademíuna bara í mars, eitthvað svona. Ég er eitthvað svona stressuð og ég man ekki, ég kemur einhver til mín og segir bara Sóley, við erum með þér og þú ert með okkur, þetta er svo mikið, skilur, við erum bara að spjalla hérna og þetta er gaman og þú treystir okkur, þá kemur þetta bara fram. Svo í Bandaríkjunum, þá er ég bara ein og ég bara eitthvað, svo bara fara allir í pásu og svo bara koma allir aftur og maður er bara, stóðið mig vel að hvað þeir eru að gera, ætlaði enginn að tala um mig, en þá er það bara þeirra, skilur, stjórnandinn er bara með sitt og þú ert bara að láta hann í friði, skilur, það er bara truflun að koma að spyrja, en ekki hérna heima og þá bara svona hjarta alveg bara að leita bara huggunar og guði bara eina sem er frá hann eða heilagur bak. Sko nefnilega Íslandi er þetta alltaf eins og fjölskylda. Það hefur nú aldrei sína kosti. Það finnst mér það besta algjörða. Það verið að skipta hljómsveitarstjóra, hvenær verið það skiptin? Því að Eva bjó til þessa sko akademíu og það er kannski ekki óljóst hvort að Guð, ég vona hún haldi því áfram. Hún var bara núna. Hún mætti núna daginn að fylgjast með og var mjög hrifin. Hún hver? Barbara. Já, Barbara. Barbara Hannigan, hún tekur við sem sagt tímabilið 26-27. Þannig að það er alveg heilt ár. En hún er alltaf rosalega sérstakur stjórnandi. Já. Er það ekki svolítið skrítið að svona sérstakur stjórnandi sé aðalstjórnandi? Það má segja að við séum að taka áhættu. Við erum að fara langt út í kassan með þessu og þetta er líka fyrsta aðalstjórnandastaða hennar í heiminum. Þannig að þetta er mjög merkilegt. Og ég heyrst að Sinfóníuhljómsveit Íslands er sem sagt fyrsta sinfóníuhljómsveit í heiminum sem er með 2 kvenkins aðalstjórnendur í röð. Wow. Yes. Já, geggjað. Það er smart. Hlustu ykkur það skipta máli í stelpur? Það sé konur sem stjórnar? Já. En þú Sigrún, þetta er að skipta máli? Mér, sko, þú veist, mér finnst það bara æðislegt, en ég hugsa öðruvísi. Þú veist, ég er ekkit endilega alltaf að hugsa kvótan. Ég vil bara þetta sé æðislegt fólk. Já. Það skiptir mestu máli. Já. Það skiptir mjög miklu máli. Herðu, við erum búin að fara yfir hérna nokkra tónleika og hvernig fólk til þess að fara á 50-daginn. Þú ert í hljómsveitinni og ert einleikari. Já. Og það er líka í næstu viku. Þá kemur einn úr hljómsveitinni og er einleikari, eða ekki? Það passar. Jú, meinar vikunni þar aftur. Já. Já, það er það ekki. Jú, Stefán Nefn? Jú, þetta er skemmtilegt. Já. Og þetta er líka svo gott fyrir hljómsveitina. Þetta er náttúrulega æðislegt fyrir okkur sem erum einleikarnir. Þetta er líka svo gott fyrir hljómsveitina. Bæði að heyra okkur þarloksins spila og við, ég og Stefán Jón, við erum bæði að setja hvort annað, við erum bæði að vinna, setja okkur upp á hærri standard. Þannig, og það er gott fyrir hljómsveitina líka. Skiljið, þetta er svona keðjuverkun. Já. Herðu, við hvetjum alltaf til þess að fara á tónleika og fleiri tónleika. Það er mikið tónleikum við boði. Já. Og alls konar litli tónleika líka. Alls konar. Sem nú hluti að því við nefndum LP-plötuna og geisladiskurinn hvarfi og þess að streymisveitu komu og þá er hellinga tónlistafólki sem hefur ekki ísu á nema að halda tónleika. Það er vörursalanir horfin og þess vegna er óvinni mikið á tónleikum út á Valdabæ. Horfir ekki vel fyrir ykkur sem eru að menta ykkur í tónlist. Það er kannski verður alltaf verður. Herðu, en við okkur er skaman að koma hingað og tala klassíska tónlist. Við munum kannski halda þið áfram ef að stelpunnar auða. Já, endilega. Það var rosa gaman. Sóley og þakka ykkur kjærlega fyrir að koma hingað Sigrún og Tryggvi. Takk kjærlega. En ég sitt hérna áfram við rauðaborðið og það tekur eitthvað allt annað við eftir örstuðlega. Gerist áskrifendur á Samstöðinni
og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.